Já, heyrði. Já, ég ætla að Já, ég les bara upp í lokin. Þannig að við eigum ekki meiri tíma núna í þetta. Sem sagt að hérna ósamþykkt kennsluáætlun eins og en síðan læt ég ykkur vita þegar verður alveg full klár kennsluáætlun komin. Næsta miðvikudag þá erum við að fara í próf í þessum áfanga og það úr 8. kaflanum og sem sagt hérna aðal hjá mér og þið sem sagt skilið þá inn, það eru nokkrir sem eru búin að skila inn hérna verkefnum fyrir próf 1 og ég er búin að lesa yfir og svara sem sagt tilbaka því sem betur mætti fara í skýrslunum. Þannig að þið getið skoðað það aðeins þá fyrir prófið, en þetta sem sagt ekkert skilað endanlega núna. Í hérna lok tímabilsins þá ferilmappa, þá setjið hérna inn í ferilmöppu allar skýrslunar, skiljið. Í lokin þá förum við yfir þetta, yfir sem sagt skýrslunar og hérna setjum inn myndir, kannski búum til einhverja mynd fyrir rafalsettið, fíbatsettið í Multisim og setjum það inn í skýrslu og svona fíniserum skýrslunar áður en setjum það inn hérna í ferilmöppu í lok spannarinnar. Ok, þetta ætlaði bara að láta ykkur vita af hvernig við keyrum þetta. Svo hérna heimadæmi 1, minn ykkur á það og það 20. janúar sem skilafrestur á því. Allt í góða lagi. Þá skulum við sem sagt fara aðeins í hérna örlítið varðandi svona byggingu. Skulum sjá. Já, hérna sem sagt byggingu pólhjólsins og í kringum það, skulum sjá. Ég ætla að reyna að sjá, hvernig get ég flett hérna? Jú, hér höfum við pólhjól, aðeins betri mynd af því og þá sjáum við hér hérna lengst til vinstri reyndar. Þetta mynd af Stamford rafala, sem sagt ás úr Stamford rafala, þar sem sem sagt pólhjólið, pólarnir hérna stóru. Það segulpólar eða rafseglar sem hérna, skiptast á norðurpóll, suðurpóll, norðurpóll, suðurpóll og síðan höfum við hérna næsta til vinstri við það sem sagt segulmögnunarrafalinn og hérna þriggja-fasa vöfin í honum sem síðan, já, það framleitt þriggja-fasa rafmagn og hér sem sjáum við myndir af díóðum hérna. Og það 6 díóður hérna í þessari já, plötu, má segja, sem hérna afriða yfir í jafnstraum og straumurinn sem þá fer inn á þessar segulspólur í pólhjólinu. Og hérna það sem við getum gert til þess að stilla spennuna út af rafalanum, það að hafa áhrif á spennuna sem skynjuð frá honum og það hérna það aðeins að sýna ykkur það í stýrirásinni. Við megum alltaf ekki fara allt of djúpt í þetta, en allavega þannig að þið sjáið hvernig þetta gert og þið lærið það aðeins seinna. Við höfum hérna, já, hérna í stofunni, hérna spennustillirinn, þarna stilliviðnám inn í stofunni, það hægra megin hérna við aflmælinn. Þetta staðsetningin á þessu. En hvað þetta í rásinni, það aftur á móti í stýrirásinni í þessu, það hér, það
ég ætla að stækka þetta hérna upp og það hérna það er þetta RVAF1 hérna. Þetta stilliviðnámið í rauninni 2 og 3. Já, 2 og 3 hérna megin. Það það sem tekur inn raungildið frá rafalan, sem sagt mælingin á spennunni út á rafalan. Og þegar við stillum þetta viðnám hérna, þá hefur það í rauninni áhrif á stærð spennuna hérna inn og þetta lærum við sem sagt svo í rafeindatækni seinni áfanganum B, hvernig þetta virkar í spennureglinum. Þetta spennureglin. Og þannig að þannig sem sagt stjórnum við straumnum í gegnum segulvafið. Það kallað hérna excited field hérna sem við stjórnum straumnum í gegn til þess að fá mismunandi mikinn straum sem sagt í segulvöfin sem í rafalanum. Ég ætla að reyna að fletta hérna tilbaka. Sem eru þá í hérna umhverfis, sem sagt, allan hringinn í húsi rafalans, umhverfis þetta hjól hérna. Og á myndum sem eru hérna, það eru þessar myndir hér, já, hérna sjáum við, sem sagt, hérna sjáum við ekki lengur, sem sagt, á snúðinn sjálfan heldur það sem fast í húsinu. Það bara búið að taka það úr húsinu og búið að setja hérna yfir. Það þessi hluti hérna. Sjáðu, þetta eru segulvöf hérna. Hér eru rafseglar, allan hringinn sem búa til segulsvið. Á pólhjólinu? Þetta í húsinu. Já. Þetta í húsinu. Og þetta býr til segulsvið sem yfirfærist yfir á járnið sem við vorum að skoða þarna áðan. Aðeins að fara yfir á þá mynd. Þetta yfirfærist yfir á myndina sem við vorum með hérna, þetta hérna. Yfir á þetta hjól hérna. Segulpólarnir sem við vorum að skoða fer hérna í kringum þetta hér. Og það reynda að hafa loft til þessi minnst. Þannig að sjá, þetta bara rétt hérna við í húsi rafalans, alveg fast sko. Og þetta segulvafið sem renni, segulmögnunarstraumurinn fer í gegnum. Og með því að auka segulmögnunarstrauminn þar, að þá sem sagt, verður meira segulmagn sem yfirfærist yfir á segulmögnunar rafalandina yfir þessi 3 fasa vöf sem þá spanast upp 3 fasa spenna og þá aukum við segulmögnunarstrauminn jafnstrauminn inn á pólhjólið. Skiljiði þetta? Aðeins, já, ok. Aðeins var að opna fyrir smá. Sem sagt, í þessum vöfum hérna umhverfis segulmögnunar rafaland, sem sagt, þar eru sem sagt rafseglar og sem sagt járnið þar, það yfirleitt hérna, heldur smá segulmagni. Þannig að rafalinn getur að byrja að framleiða frá þeim segulleifum sem í húsinu, já. Þannig að það byrjaði ekki strax að koma inn einhver segulmögnunarstraumur vegna þess í Stanford-rafalnum. Þar erum við með þetta frá hérna, sísegulrafalanum, trygga orku, en ekki Markon-rafalnum sem við erum með inn í stofu. Því þar sísegulrafalanum ekki með, hann ekki til. Þannig að við þurfum að geta byrjað rafmagnsframleiðslu á segulleifum. Þannig að þessar litlu segulleifar, þeir byrja því að spana upp strauminn í þessu sátri. Þetta ekki sátur, þetta í hérna, 3 fasa vöfum segulmögnunar rafalans. Þetta kallað í bókinni sátur segulmögnunar rafalans. En mér finnst ekki rétt að kalla þetta sátur vegna þess að þetta á fleygiferð. Þetta setur ekki í húsinu, skiljið. Ok. En af hverju getum við ekki tekist Stanford rafalan, skorið jafnstraumsbandinn af og snúið honum líka?
Stamford rafalinn, sko viðbótin í rauninni bara sísauðrafalinn. Já, tökum hann í burtu. Sísauðrafalinn? Já. Já. Getur hann ekki virkað svona, því hann hefur segul. Jú. Í seglinu sínum fyrir framan. Jú, hann gæti gert það, já. En við þurfum ekki að stóla á það að Stamford rafalinn hefji sína rafmagnsframleiðslu með segulleifum. Það bara öryggi í honum. Já, það öryggi í því að vera með sísegul rafala. Hérna. Alveg hárrétt athugað. Því að auðvitað fer hann í flestum tilfellum líka bara í gang á segulleifum, sko. En ef það gerist ekki, þá alveg tryggt það að við fáum straum frá sísegul rafala. Til þess að hefja. Til dæmis, sko, það getur, ef að kannski rafalinn stendur eitthvað ónotaður, þá getur þessar segulleifar horfið. Og til þetta hefur gerst hjá okkur í Markon rafalanum, að það eftir sumar eða eftir langan tíma, að þá fór rafmagnsframleiðslan ekki í gang. Og eina sem maður þarf að gera þá, það bara að taka 9 volta batteri, það alveg nóg, því að þessi straumur þarf ekki að vera það mikill, inn á þessi vöf. Taka bara 9 volta batteri og tengja við X og XX. Sem sagt, tenginguna inn á segulvafið. Og þá bara byrjar hann að framleiða. Þá kemur smá straumur til þess að búa til smá segulmagn og þá fer hann í gang. Maður bara hafa rétta pólun helst. Þannig að straumurinn fari rétt átt, en það getur vel verið að næði samt, sko, þó það er öfugt, en ég hef ekki prófað það. En maður kannar vel fyrst, hvernig pólunum þarf að vera. Þannig að 9 volt skemmir heldur ekki neitt, þó maður setja þetta bara beint við. Og það er þá tengt inn á, við erum með mynd af því, til dæmis bara hérna í bókinni, hvar maður myndi setja það inn á. Hér er ég með bókina. Þá er það, myndin af, hérna, þessi, að hér er, inn á, þetta er, númer 1 hérna, lengst til hægri, þar er tenging inn á XX, að neðanverðu á vafinu og að ofanverðu á vafinu fer inn á X. Þetta er merkt í rauninni hvort er plus og mínus, ég man ekki nákvæmlega hvort X er plus eða mínus og svo XX, það er bara hinn póllinn og það er bara að kanna það vel hvort það ætti að vera, því að sko þessi spennustýring hún getur ekki gefið þennan straum út fyrr en að rafalinn er byrjaður að framleiða. Því að hún tekur sitt afl hérna frá sátrinu. Þið sjáum hér, hérna inn á L1 og L2. Ná, það er að skjóta svona 9 volta batteri, það er rétt svo nú bara að skjóta það sinna. Já, nei, bara rétt að koma við, bara, bæn, búið. Þá fer það í gang. Bara stutt. Bara að tengja hérna, svona og einu sinni komið. Myndi maður að setja í gang? Já, hann væri komin á ferð. Já, vélin væri komin á ferð. Eða jafnvel, sko, þú veist, þó hann væri ekki komin á ferð. Þá getur þess vegna sett þetta hérna, bara að senda straum í smá stund í gegn. Þá ertu búin að segulmagna þá sé pínulítið. En það er alveg hægt bara að vera með hann á ferð og setja þetta í og smá stuð þarna inn, 9 volta frá 9 volta batteri, þá bara fer hann í gang. En ef þú myndir þess að ef þú gerir öfugt, mínus plus, þá verður slökkt á honum, skiptir það einhver máli, því að það bara að setja þarna suma sem er búið. Já, þá væri kannski eitthvað aðeins öfugt segulmagn, en það myndi þá spanast upp straumur hér. Þá myndi hann bara kannski í augnablikinu verða með 0 segulmagn, en síðan bara halda áfram að væntanlega framleiða. Það gæti vel verið að það myndi duga samt sem áður.
þó að maður myndi skjóta því sko fræðilega séð, þá gæti það gert það. Því þetta er rauninni bara span. Og það spanur spennu, bara riðspennu hérna inn til þess að breyti í jafnstraum. Það er alveg möguleiki. Næsta skiptið þegar að hann missir segulegar, þá ætla ég að prófa þetta. Jæja, ok, við megum ekki fara allt of djúpt í þetta. En sem sagt að við skulum hérna sem sagt rétt renna í gegnum bara leiðina sem sagt við segulmögnunar rafalan með þessu segulvafi hérna sem er númer 1. Það spanast upp straumur og spenna í 2 sem að er sem sagt vöf hérna númer 2, þetta eru vöf segulmögnunar rafalans, svo fer það í gegnum 3, það er 6 díóður á svona kæliplötu til þess að kæla díóðurnar, skilji, og síðan fer það inn á pólhjólið númer 4. Og pólhjólið snýst hérna inn í sátrénu og framleiðir spennustraum í aðal sátrénu sem að framleiðir þá orku, eða sem sagt afl til, framleiðir afl til notandana, til álagsins. Ok, þá hérna sem sagt þetta er rétt bara að athuga með hvort það væri eitthvað meira á þessum sem sagt myndum hérna. En sem sagt það sem að bætist við í Stamford-rafalanum, nú erum við búin að tala um Marcon-rafalan og það sem bætist við í Stamford-rafalanum, það er, þetta hérna svona já, það er þessi sísegulrafali. Það þýðir að það eru fastir seglar sem að svona kannski iðnaðarseglar, þekkið svoleiðis, að þeir eru hérna allan hringinn, skiptast á norðurpóll, suðurpóll, norðurpóll, allan hér hringinn á snúðunum, fastir á snúðunum lengst út á endanum. Og síðan yfir í myndirnar, þar sem að eru hérna, já, þessi hérna. Þar sem að við sjáum þessar merkingar hérna. Þá sjáum við hér. Hér stendur PMG rótor. Þetta er sem sagt snúðurinn. Svo sjáum við hérna neðar. Hérna stendur PMG stator. Þannig að hérna þegar er búið að setja sem sagt, það er sátur, stator er sátur. Það er búið að setja núna sátrið, það er svona hringur utanum. Þessi hringur, hann er fastur í húsinu á rafanum, eðlilega. Því að það spanast upp, þegar þetta snýst hérna, þegar síseglarnar snúast, þá spanast upp straumur í þessum sáturvindingum. Þetta er sátur sísegul rafalans. PMG stator. Og þarna framleiðum við straum og þá kemur þessi straumur, það verður til 3 fasa rafmagn hérna og þetta er leitt inn á spennureglinn. Þetta er allt eins hérna fyrir neðan og þá skoðum við það, hvernig það er síðan tekið inn. Já, jú, ok, ég geti séð það kannski í þessu hérna. Sjá, það fletta yfir á hérna stýrirásina, hvar þetta kemur inn. Það kemur hérna inn, hérna megin. Hérna koma 3 fasar inn og með segja 0 líka inn á. Og þá sjáum við að hér venjulega þegar við afriðum hérna 3 fasa rafmagn, þá notum við 6 díóður hérna inn á stýrirásinni, en í þessu tilfelli þá erum við bara með 4. Við sleppum 2. Það er til þess að fá 0 í spennuna, svo við getum slökkt á týristornum. Við förum betur í þetta í rafeindatækni, seinni áfanganum. Þannig að
að hérna spennan tekin inn frá sátri sísörafans og hún sett hérna til þess að búa til jafnstraum og stjórna því hversu mikið jafnstraumur fer í gegnum segulvafið. Það stendur exciter field hérna. Þetta fer við í þessi mynd til í rafeindatækni seinni hluti. Jafnstraumur alltaf voru þess að stjórna segulvafinu? Já, það alltaf jafnstraumur. Það búinn til jafnstraumur hérna. Og við fáum hérna, eftir þessa afriðun, þá fáum við jafnstraum og sá straumur, hann tekinn hérna í gegnum SCR1 sem týristor. Og hann stjórnar því hversu mikinn hluta af spennunni við erum að nota í að búa til straum í gegnum segulvafið. Ok, þannig að þá vitið aðeins brot af því. Hérna, þá gæti verið bara gott fyrir okkur að fara í gegnum spurningar. Við erum búinir ég ætla kannski rétt að skoða tengingarnar í þessu. Aðeins tengingar meira inn á rafalan. Hérna. Þessa mynd hér. Áður við förum í það. Sjáum við. Hér höfum við þessa yfirlitsmynd og þessi mynd sennilega líka í rafeindatæknibókinni. En þó ekki einhver mynd af þessu í rafmagnsfræðinni. Já, kannski ekki. Jú, hún á blaðsíðu 143. Þessi mynd. Hún sýnir hvernig það tengist allt saman. Það hlaut að vera. En þessi bara aðeins nákvæmari. Þetta sagði nullið tekið hérna inn á líka og svoleiðis. Mynd 1839. Þarna styrst að X plus og XX mínus. Já, akkurat. Hérna kemur það fram að X plus og XX mínus. Það málið. Þannig að þá myndum við tengja plusin á rafhlöðunni hérna inn á X-ið og mínusin á rafhlöðunni inn á XX. Akkurat. Þegar við lendum í því að svona Markon rafali verður missir segulleifar. Þannig að þegar hann missir segulleifar að þá getum við koma honum í gang með að framleiða rafmagn með því að tengja utanaðkomandi spennugjafa og það allavega í okkar tilfelli hérna þá nóg að setja 9 volta rafhlöðu hérna inn milli X og XX. Þessi tengibreytti alltaf bara beint ofan á eins og á Já, hér, sko þetta tengibreytti hér sem við sjáum þetta VAF-CU series 3, þetta hérna tengibreytti, þetta í rauninni platan á þar sem að spennureglurinn sko. Og ég með mynd af því. Ég með mynd af því. Ég bara fara alla leið við, það í hina áttina. Já, þetta platan. Það svolítið dimm þessi mynd. En hérna, og tengingarnir yfir merkingunum, þetta endinn á rafalanum, þið sjáu það, þegar við erum bara búin að taka hlífina af, þá sjáum við þessa plötu hérna. Og þetta spennustillirinn, eða í rauninni þetta reglun, til læri í þessum skóla reglun. Þannig að það hægt að tala þetta sem regli við ykkur, því að hann tekur raungildið frá spennunni út af rafalanum og hérna athugar hvort að það sama og óskildi sem að hérna stilt, sem bara sett hérna í rásinni. Ef að spennan út af rafalanum og lág, þá eykur spennureglurinn við segulmóðunarstrauminn inn á pólhjólið eða inn á endar í pólhjólinu en fer fyrst inn á segulpólana sem í húsinu til að segulmagna rafala. Og þannig að hérna þessi plata sem að
þessi mynd af og tengist út á segulvöðvinn. Aðeins að fara yfir í straumrásarmyndina aftur og hérna er reyndar mynd af þessu hvar við setjum þetta. Þetta er vitlaust pólað hérna, sjáu þið. Ég hef bara verið að giska á tengingarnar hérna. Þetta er vitlaust. Pólunin á rafhlöðin á þetta. Þannig að ég prófa þetta næst. Tengja eftir þessari mynd. Ok, hérna er tengimyndin. Og hér hefum við sem sagt það sem við sjáum. Þetta er exciter stator. Þetta er segulvafið sem er til þess að segulmagnar rafallan. Þetta þriggja-fasa vaf hérna. Sem að fer inn á þessar 6 díóður sem við var þarna á telplötunni til þess að breyta þriggja-fasa riðspennu yfir í jafnspennu og jafnstraum. Og það er aðeins að tala straum, lágspennan í þessu. Straumurinn fer í gegnum, þetta er pólhjólið sjálft. Þetta er megin pólhjólið. Þetta er bara sýnt sem ein spóla hérna, en þetta bara skiptist á jafn margar spólur og sem sagt pólarnir eru margir, skiljið. Það er þannig að mikið fólk sem díóðana. Það er mikið surge. Þetta hérna, já, surge suppressor. Sem sagt, þetta er senerdíóða, teiknuð sem senerdíóða, en sem sagt, þetta er í rauninni til þess að ef spennan lækkar hratt niður, að þá er svo mikið segulorka í pólhjólinu að það reyna að viðhalda straumnum. Ef að spennan myndi lækka hérna niður, eða bara detta niður einhverja hluta vegna, mjög hratt. Það myndar hringrás þarna. Já, þá myndar jákvæðan pól hérna neðanverðu, segulvafið og þá fer það þessa átt hér. Og þetta jafnar líka kannski ef það er eitthvað smá gárátt hérna, þá jafnar þetta strauminn í gegnum pólhjólið. Nei, við köllum þessa díóðu straumskiptidíóðu þannig að hún leiðir strauminn í gegn nema á meðan að kemur ekki straumur frá spenningjafanum. Þetta er spenningjafi í rauninni og ef það dettur eitthvað niður, spennan frá spenningjafanum, þá skiptir hún bara straumnum frá því að vera frá spenningjafanum yfir í strauminn frá pólhjólinu. Það bara kemur það hérna í staðinn. Það hringrásar það hérna í staðinn. Þannig að hann er tiltölulega jafnstraumurinn inn á jafnstraumur í gegnum pólhjólið vegna þessara straumskipti díóðu. En við lærum straumskipti díóður í rafeindatækninni. Við þurfum ekki fara að hafa áhyggjur af þessu það verður ekki spurt þetta í þessum áfanga. Ok, bara svo þið vitað því. En svaraði þessu aftur að það var spurt þetta. Og þá sjáum við hér að síðan aflið fyrir spennustillinn kemur frá þessum stað hérna, permanent magnet stator, sem það frá sátri sísegur rafalans, það kemur hérna inn á spennustillinn og hérna þetta er þá aflið fyrir segulmögnunina og svo fáum við raungildið, það er tekið líka hérna inn á frá sátrinu. Það er merkingin hérna 2 og 3, skulum sjá, það er hérna, það er sem sagt 2 og 3 hérna niðri, kemur inn á 2 og 3 á spennustillinum og 5 og 6 kemur hérna frá sátrinu. Sem sagt hér er sýnt að við tökum ekki ekki heildarspennuna frá sátrinu. Við notum bara hluta af spennunni. Það er alveg nóg, skiljið. Bara til þess að þurfum ekki að minnka spennuna fyrst niður svo mikið. Þannig að það er bara hluti af spennunni tekin inn. Það er bara af praktískum ástæðum sem að það er tekið. Svona. Við þurfum ekki svo háa spennu hérna inn á
til þess að fylgjast með. Þá bara ákveðið hlutfall af spennunni út sem er tekið og þá vitum við nákvæmlega hvað spennan út af rafalanum. Ok. Þannig að þetta var það sem ég ætlaði að sýna ykkur áður við færum þá í spurningarnar. Þá held ég að við höldum bara áfram að fara yfir þessar spurningar og fara í útreikningana. Og hér spurt nefndu 2 útfærslur á segulmögnun rafala með sleituringjum og þetta náttúrulega þá gamla útfærslan. Þetta ekki það sem við höfum verið að skoða akkurat núna. Að þetta í það í fyrsta lagi, þá það rafalinn, hann segulmagnaður með ástengstum jafnstraumsrafala eins og við erum með hérna í stofu 106. Segulmögnunarvél. Já, ástengdri segulmögnunarvél. Spennustýringu. Já, það oft spennustýringar sko líka í tengslum við það sko. Já. Því að þá sem sagt straumurinn, honum stjórnað frá sem sagt jafnstraumsrafalanum, sem sagt jafnstraumsvélinni sem notuð til að framleiða segulmagnastrauminn. Því að ef við viljum hafa þetta stillt reglað eða passa upp á það að spennan sé rétt út af rafalanum. Ég var með svoleiðis litla vatnsaflsstöð þar sem að ég var með gamlan listerrafala. Þar var segulmögnunarvélin á endanum á honum. Það var jafnstraums, þetta var samt allt í einu húsi. Og þá fékk ég af því að til þess að þurfa ekki að stilla alltaf spennuna sjálfur, að þá fékk ég fyrirtæki hérna í bænum til þess að smíða spennuregli fyrir þetta, þannig að ég þurfti bara að gefa upp hvað var spennan frá jafnstraumsvélinni og hvað var svona venjulegur jafnstraumur inn á pólhjólið í gegnum kolósleituringi og þeir smíðuðu fyrir með spennureglin og þá var straumnum stýrt í gegnum transistor inn á pólhjólið. Svo að það virkaði bara ágætlega. Svo en þarna í rauninni bara verið að tala bygginguna, sem sagt, rafalinn segulmagnaður með ástengdum jafnstraumsrafala, það önnur útfærslan og hin útfærslan þegar við erum ekki með neina jafnstraumsvél til þess að framleiða segulmagnastrauminn, þá tökum við bara í gegnum spenni og afriðin og búum til jafnstraum sem að verður segulmagnastraumur. Og það þetta seinna 2, að rafalinn segulmagnaður með því að hluti framleiddrar spennu í rafalanum sjálfum leiddur inn á kolósleituringi í gegnum sjálfvirka spennustýringu. Og ég get sýnt ykkur myndina af því hérna. Myndana 1833 eða? Jú, það í bókinni 1833. Og hvernig þetta hérna hjá okkur, þá erum við með það mynd af þeirri stýringu held ég. Já, þetta sá búnaður sem að við erum með inn í stofunni. Þetta spennustillir, þar sem að við erum með hluta af framleiddri spennu sem tengd hérna inn á UVAF og TVAF. Það bara öll spennan, sem sagt, bara frá tengibretti rafalans, tengd hérna bara inn á. En bara auðvitað hluti af straumnum notaður, hluti af framleiddum straum rafalans notaður í það að búa til jafnstraum, sem sagt, 3 fasa spennir og síðan afriðilsbrú inn í þessu
og straumnum stýrt í gegnum hérna transistora hérna á hliðinni inn á pólhjólið og pólhjólið tengt hérna inn á F sem sagt plus og F mínus. En frá rafalanum þá nullið, vaff og tvöfaldvað tengt á tengibrettinu þar. Inn á pólhjólið plus og mínus. F stendur fyrir field eða felt eða eitthvað slíkt eða segulmögnun sem sagt. Og í rauninni þessi búnaður, hann stólar á það að við byrjum rafmagnsframleiðslu á segulleifum. Þannig að ef að rafalinn missir segulleifarnar, þá þurfum við að senda frá einhverjum, kannski aðeins öflugri spennugjafa heldur en 9 V rafhlöðu, inn á sem sagt tengingarnar á kolunum sko, við rafalann. Þá þá gætum við þess vegna setta bara hérna inn á þessar tengingar. Hérna plus og mínus. Þetta getum við sett einhvern spennugjafa í smá stund, bara til þess að koma straumnum í gegnum pólhjólið, þannig að pólhjólið fari að, segulmagnið frá því fari að hafa áhrif á sátrið og þá hefur það áhrif hérna inn á spennustillinn og hann byrjar að útbúa, senda jafnstraum inn og þannig kemst framleiðslan í gang aftur á spennunni út af rafanum. Og svo hér sjáum við kol- og sleiturringi á feedback-settinu. Þetta eru 2 hringir hérna, en hér sjáum við á rafalanum, rafala 1. Hérna eru kolin og sleiturringinir hérna og hérna eru tengingarnar við það. Plus og mínus. Rauði hérna plus og mínus hérna. Á rafalanum. Og svo eru tengingarnar hér, 0, vaff og tvöfaldvað, tengibretti rafalans hérna. Ok. Þetta var í sambandi við þessa spurningu hérna, 10. Hvernig hægt að segulmagna rafala sem með kol- og sleiturringi. En þetta í rauninni að detta út, en bara nauðsynlegt fyrir ykkur að vita hvernig var þetta, hvernig svona grunnurinn í þessu búnaði. Þá fáum við betri skilning á því eins og þetta uppbyggt í dag, sem að þá það í rauninni segulmögnunar straumurinn, hann í rauninni yfirfærður með segulsviði inn á ásinn, skiljið, ekki satt? Þetta gerist allt með segulsviði. Svo að þið stjórnið ekki og við getum ekki mælt beint segulmögnunarstrauminn inn á pólhjólið þegar við erum að yfirfæra þetta með segulsviði. Það ekki hægt. Ekki nema að við værum með einhverja skynjara sko, sem við myndum senda út upplýsingar strauminn inn á pólhjólið, sko, inn á pólhjólinu meðan það alveg á fullum snúningi. Sko. En við skulum ekki fara dýpir í það. En sem sagt, 12. spurning hérna. Hverju eru að sleppa hérna í 11. spurningu? Það nokkuð merkilegt. Sátuspyrnar H2 atriðum, hvað það? Já. Það sem sagt sátuspyrna. Við fórum aðeins í það og hérna, það sem sagt fasvikið í álaginu og það allavega það, sem sagt, hversu mikið fasvikið og hvort að það sem sagt spanálag eða rýmdarálag. Ég myndi halda að þetta væri þessi atriði sem hefur verið að fiska eftir. Því að ef það spanálag þá þurfum við að auka segulmagnastrauminn til þess að halda það réttri spennu út. Ef það rýmdarálag þá þurfum við að draga úr segulmagnastrauminn til þess að halda réttri spennu út. En þessu sleppt, það hefur verið farið meira í þetta í síðasta áfanganum og þá þetta mælt. Þá líka rýmdarálag sett við rálag. Þannig að þessari spurningu sleppt hérna. Ok,
En þá er 12. spurning í hvaða 3 flokka má skipta töpum í risturafölum og þá er töp í risturafölum skipt í fyrsta lagi hérna núningstöp sem óskast að legu og loftviðnámi. Það er fyrsta lagi. Og í öðru lagi þá er það járntöpin sem skiptast í segultregðu og hvirfilstraumstöp. Þarna er sem sagt minnst á þetta, þannig að þá vitum við af hverju járninu er skipt upp í margar þynnur. Þannig að þetta er eiginlega sama svarið og í spurningunni sem var sleppt fyrir þessu spurningalista. Þetta og hérna bara taka þetta aftur út, við erum hér staddir í þessu og sem sagt í 2 þá er járntöp sem skiptast í segultregðu og hvirfilstraumstöp, það er í öðru lagi og svo í 3. lagi það eru eirtöp sem eru straumhitatöp í spólum eða vöfum vélarinnar. Og það er kannski gott að bæta við einu hérna varðandi straumhitatöpin. Að þessari formúlu hérna, að P er sama sem I í öðruveldi. Hvernig ég get sett það hérna inn í Já, ég get kannski sett það hérna svona og sett þetta hérna upp. Straumnum í öðruveldi sinnum R. Að eirtöpin þau aukast með straumnum í öðruveldi. Getum bætti við hérna. Og já. Ok. Þannig að stutta svarið er í hvað skiptast töp í risturafölum, þess að það eru núningstöp, járntöp og eirtöp. En þetta er svona aðeins ítarlegra sem að er bætt við hérna, að núningstöp sem orsakast af legu og loftviðnámi, 2 járntöp sem skiptast í segultregðu og hvirfilstraumstöp, í 3. lagi eirtöp sem eru straumhitatöp í spólum eða vöfum vélarinnar og eirtöpin aukast með straumnum í öðruveldi. Og í næstu spurningu, hve hratt þarf 2 pólpara risturafali að snúast til þess að framleiða 50 riða spennu. Og við hérna notum þessa formúlu hérna til þess að reikna það út, sem sagt NS, sjá hvort ég get ekki, já, þetta er stundum sett hérna NS mert svona, samfasa snúningshraði, við erum að reikna út samfasa snúningshraða og við erum að tala hérna 2 pólpör. Og þá deilum við með 2 hérna, því að við deilum með pólpörum. Hér er formúlan ekki sett, þetta er þá 60 sinnum F, það er tíðnin, og deilt með litla p.
og þá þurfum við að snúa honum 1500 snúninga á mínútu til þess að framleiða 50 rið. Jú, hérna formúlan, hérna formúlan NS saman sem 60 sinnum F sem tíðnin hertz deilt með litla p sem pólparafjöldin. Ok, þá höfum við það og ég má halda áfram, það 14. 4 pólpara rafali framleiðir spennu með 60 riða tíðni. Þá spurt hver hratt snýst hann. Þá þetta bara æfum okkur á þessu. Þá segjum við bara 60 sinnum 60, þannig aðeins hærri snúningshraði og hærri tíðni sem sagt, út af hærri tíðni. Og við deilum með 4 pólpörum og þá sjáum við að hraðin 900 snúningar á mínútu. Þetta bara að vera að snúa formúlina. Nei, við erum ekki einu svona að snúa formúlinu, heldur við erum bara að breyta úr 50 riðum í 60 rið og við erum bara að breyta stærðunum hérna úr 2 pólpara í 4 pólpara. Við erum bara að sjá það að eftir því sem eru fleiri pólpör, þeim mun hægar snýst rafalinn og þetta aðeins öðruvísi þegar við erum með 60 riða tíðni. Og við erum að nota alltaf þessu sömu formúlu, NS saman sem 60. Já, það sem búið að snúa að þau. Já, í 15. Eftir meðan í 15, já, fyrirgefðu. Já. Ég var ekki kominn svo langt. Ég var langt á eftir þér, fyrirgefðu. Það svo fljótur á þessum. Já. Allt í lagi. Leyfum við aðeins að skrifa niður þarna 15. Ok, má ég halda áfram? Já. Segir sá sem komið langt á undan. Ok. Í 15. spurningu þá sem spurt hve mörg pólpör hefur rafali sem snýst 3600 snúninga og framleiðir 60 riða spennu. Og sem sagt, ef við markvöldum saman, sem sagt 6 sinnum 6 36, þannig að þá sjáum við það að við erum 60 rið og við markvöldum það með stöðuliðnum sem alltaf í þessari formúlu, 60, sem við erum með tíðnina í sveiflum á sekundum en snúningshraðan í snúningum á mínútu. Þá segjum við 60 sinnum tíðnin sem 60 rið líka og deilum með snúningshraðanum 3600 og þá fáum við það að þetta bara eitt pólpar. Þá erum við búin að snúa formúlunni eða einangra p-ið pólparafjöldan vinstra megin við jafnaða merkið. Þá sem sagt margföldum við beggja megin með litla p og deilum beggja megin með NS og NS styttist út vinstra megin og verður að deilingu hægri megin við jafnaðarmerkið. Þannig snúið við formúlunni. Ok. Erum við konum við þetta? Hljómandi 16. Riðstraumsrafali í vatnsaflsvirkjun hefur 10 pólpör. Snýst 300 snúninga á mínútu. Hver tíðni framleiddrar spennu? Og þá erum við að einangra F, sem tíðnina, út úr formúlunni. Það er að sýna fram á það, ekki? Já, það bara, aðalega bara með því að bara skrifa
formúluna niður. Gætir þú snúið þessari formúlu 16? Já. Nei, ég er ekki til þig snúið, ég er að pæla í hvort að... Það er að gera það á prófi. Já, en ég meina var þetta reynda eins og típisk algebra? Við erum bara í gegnum jafnaðarmerki, þannig að þú með 60 sinnum með 10 er jafnt og 300 eða ekki, svona gjörð. Já, ef maður setur bara inn í upphaflega formúluna þessa tölur, þetta menna það og bara prófa það áfram. Það er hægt. Það er svo margfaldur 60 með riðunum. Já. Þá var þessu 60 eftir þetta skiptið. Já. Deilt með 10 er jafnt og 300. Já. Svo myndir margfaldur 10 báðum með margfaldarmerki til þess að taka deilingun á 10 og þú tók með 600 fyrir jafnt og 3000. Þetta spyrja það algebra virkar á það. Já, það er pæliðið. Já, algebra virkar á þetta. Já, þú getur leikið með þetta fram og tilbaka ef þú notar alveg viðurkenndar réttar aðferðir í algebrinni. Alveg pottþétt. Það skrifa bara 50 her. Á prófi. Það í rauninni, það væri kannski nóg í einhverjum tilfellum, þar sem ef það ekki sérstaklega beðið sýndu útreikninga, skilji. Það er gert ráð fyrir því að þið séu komnir það langt í stærðfræðinámi að þið þurfi ekki alltaf að sýna fram það er kannski mörg dæmi og þið þurfi kannski að leggja þá meiri tíma í flóknari dæmi, þannig að við erum kannski ekki alltaf, en allavega í byrjunar áfangurum, þá eru við að biðja ykkur að sýna útreikninga og þá fáið þið fullt fyrir dæmið, en því að hitt gæti verið fengið einhvern veginn bara giski, skilur. En ok, nóg það. 50 rið og 17. þá erum við komnir í svona meira fræðilegt og þá erum við með 3 fasa rafala, hann er merktur 25 kVA, kilovolt ampere. Þetta er sýndarafl, S, stórt S, sem þessi stærð er. Og hann getur framleitt 220 volta spennu ef hann er tengdur í þrýtning. Það er D stendur fyrir delta eða þrýtning, skástrik, upsilon, það er stjörnutenging. Og merkingin hérna á honum er 220, það er lægri spennan sem sagt í þrýtning og hægri spennan, skástrik sem sagt 380 volt. Svo er spurt hver er hámarksstraumur sem rafalinn getur gefið af sér við A-lið þrýtningstengingu, deltatengingu. Og þá þurfum við að einangra strauminn vinstra megin við jafnaðarmerkið og segjum S deilt með spennunni, margfaldinu af spennunni og rótina 3. Af því að formúlan fyrir sýndaraflið er svona S er saman sem rótina 3 sinnum U sinnum I. Hún er mjög stutt og einföld. Og þá er sem sagt við þrýtengingu, þá erum við 220 volta spennu. Byrjum á því að reikna A-liðinn og þá setjum við sem sagt 25.000 af því að K stendur fyrir 3,0 eins og við þekkið. Fyrir 1000. Forskeytin, þau þekkið þau og deilum við með spennunni 220 sinnum rótina 3. Þá er hann að framleiða strauminn eða gefa af sér strauminn 65,6 ampere. En hvert sem sagt vaf í rafalanum, þar hvert vaf í rafalanum fer bara 38 ampere. En sem skulum ekki flækja málið neitt núna. Já, að í þrýtningstengingu þá er sama sem sagt aðalspenna og fasaspennan, það er sama spennan, 220 volt. En straumurinn hins vegar, aðalstraumurinn er meiri heldur en fasastraumurinn. Aðalstraumurinn, hann er fasastraumurinn sinnum rótina 3. En við getum reiknað fasastraumurinn með því að segja 65,6 deilt með rótina 3. Ef að prófa það þannig. Þessi formúlu er á blaðinu sem voru notað í
og nota það aftur í prófunum. Já, það kemur líka með hérna formúlublað í þessu prófi. Já. Og það eru eiginlega sömu formúlublöðin, held ég, eða mjög svipuð. Já. Við getum farið í það, skoða það, hvernig formúlublöðin líta nákvæmlega út, hvað er gefið, ef við viljið. Erum við að tala D-tengingu, er það þá þríðningstengingu? Já, D stendur fyrir delta, til þess að stytta málið. Já. Við sjáum það að við erum með sama sýndaraflið í báðum tilfellum. Einhvers staðar í æfingu var ekki sem sagt 1B, þar sem við vorum með rafalan, þarna við feedback-settið, þetta módel af rafalanum, reistarrafala, þar var spurt, sem sagt getur rafalinn framleitt sama afl hvort sem að hann er þríhyrningstengdur eða stjörnutengdur. Þetta er eiginlega útreikningarnir sem að væru rökstuðningurinn fyrir svarinu, skiljið. Og getið tekið nákvæmlega þennan útreikning og sýnt fram á það, já, hann getur framleitt sama sýndarafl. Og í rauninni sama raunafl. En þá bara gefur hann mismunandi spennu og mismunandi straum til þess. Þegar hann er þríhyrningstengdur, þá er hann með lægri spennu, 220 volt og 65,6 ampere, meiri straum. En í stjörnutengingu, þá erum við með hærri spennu og fasastraumurinn er sami straumur og aðalstraumur í stjörnunni. Því að það fer bara inn og út, alveg, sami straumurinn í stjörnunni. Eina sem við þurfum að hafa í huga er bara að vita jöfnuna og nota reynd að spennu. Já, vita hvernig við snúum jöfnunni, S samsem rótina 3 sinnum U sinnum I, einangra I-ð og vita hvað spennu þið þurfa að deila með til þess að fá rétta straum, hámarksstraum við viðkomandi tengingu. Já. Alltaf lægri spenna í deltatengingu, já. Akkurat. Og það er mjög nauðsynlegt að teikna upp, þá sé ekki sýnt hérna, teikna upp, rissa upp mynd af þríhyrningstengingunni annars vegar og stjörnutengingunni hins vegar til þess að minna okkur á það er sama spenna, fasaspennan og aðalspennan í þríhyrningstengingu en sami straumurinn í stjörnutengingu, fasastraumur og aðalstraumur er sami straumur í stjörnu. Hins vegar mismunandi spenna náttúrulega. En það er hærri spenna í stjörnu, lægri spenna í þríhyrning. Ok, þá er 18. Þá ætlum við að reikna út annan rafala, hann er merktur 300 kVA, fasaspennan er 220 volt og hann er stjörnutengdur. Og þá er spurt hver er málspenna rafalans. Fyrst. Og til þess að finna það út, þá þurfum við að því að hann er stjörnu, þá þurfum við að margfalda fasaspenna með rótina 3. Í ritstjórnarsvarabókinni þá er góður kafli þetta og formúlurnar og myndirnar alltaf á sama stað. Það er gott að hafa það svona við hendina þegar við erum að læra þetta í fyrsta skipti eða rifja þetta upp úr hvað segirðu? Hvað er bókin? Í ritstjórnarsvarabókinni. Já, ég get fundið það út alveg mjög fljótlega. Bara ná í hana. Sjá. Svolítið aftarlega.
í bókinni. Litið aftarlega, svo sjá. Hérna höfum við síðast eru sem sagt dæmin og það rétt fyrir framan. Þar farið í 3 fasa kafla. Já, hérna þetta í rauninni bara kaflinn sem rétt á undan dæmunum. Ég get fundið sem sagt nákvæmlega hvað þetta Já, býtum nú við, hér í rauninni verið að sýna hvernig það byrjar eiginlega svona. Hérna sjáum við að hvernig við reiknum straum. Við sjáum hér þríhyrningstenging og við erum með sama fasaspennu og aðalspennu. F230 hérna og þá U milli, það sama spennan, U sama sem UF. Já, það bara að sýna svona mynd. Hér, ef við beðum þríhyrningstengingu, þá bara teikna upp svona mynd og sýna straummæla til dæmis og spennumæla. Og eins og hérna, hér straummælir og sýna spennun á milli. Það í rauninni alveg nóg á einum stað, skiljið. Þá aðalspennu annars vegar og kannski fasaspennu hins vegar. Því að fasaspennan frá núllinu, frá miðjunni, hérna í stjörnunni og út í einhvern fasa, L1 eða L2 eða L3. Þannig að þetta 400 volta spenna, við erum með þetta var, já, sem sagt, þetta örlítið lægri, sko, 398, þetta rétt tæp 400 volt ef við reiknum þetta nákvæmlega út. En ef við segjum 400 deilt með rótina 3, þá fáum við út 230, hvað var það? 0,19 eða 0,94 eða eitthvað svoleiðis. Þetta rétt rúmlega. Þetta ekki alveg nákvæm það einhver aukastafur hérna við 230 voltin sem gefur okkur 400 volta spennu hérna. En við köllum þetta alltaf 400 milli aðalpólana og 230 volt fasaspenna. Aðalspenna 400 volt, fasaspenna 230 volt í stjörnutengingunni. Ok. Var þetta nóg að sýna ykkur hvar þetta væri í bókinni? Blaðsíðutalið? Ég held að blaðsíðutalið sé ekki alveg rétt hérna. Já, sko, 109, ég held að það sé eitthvað aðeins ruglað hérna í þessu skjali. Ok, þannig að höldum áfram með dæmin allavega og þá, sem sagt, til þess að reikna út, sem sagt, hérna, hann tengdur í stjörnu, þá finnum við út spennuna, af því að hún var 220 volt, þá markvöldum við hafa með rótina 3 og þá fáum við 381 volt og þá getum við reikna út strauminn, af því við vitum spennuna. Og hann merktur sem sagt 300.000 voltampere, og þá setjum við hérna 300.000 fyrir ofanstrik, og deilum með rótina 3 og spennunni og við fáum strauminn 455 ampere. Síðan, sem sagt, já, þau eru komin með þetta, og næsta dæmi, hérna 19, þá var aðeins mismunandi dæmi eftir í hvaða útgáfu af bókinni við vorum með. En eftir 2004, þá hefur þetta dæmi verið svona að við erum með rafala, hann merktur 500 kVA, 230/400 volt og 50 rið. Hver stór þarf amfél rafalans að vera ef nýtnin hans 0,88 eða 88% sem sagt.
Við höfum að teikna skýringamynd og þá gott að skrifa niður að hvaða hvaða spenna á ferðinni. Þetta spenna við þrýstengingu 230, spenna við stjörnu 400, en við þurfum ekki í rauninni af því að halda, allavega ekki strax. Við þurfum í rauninni að nota nýtniformúluna til þess að finna þetta út eða svara þessari spurningu. Hver stór þarf aflinn að vera? Vegna þess að við höfum nýtniformúluna. Nýtnin sama sem P út deilt með P inn. Nýtnin gefin 0,88. Nú þurfum við bara að snúa þessari formúlu rétt til þess að reikna út aflið inn. Og þá þurfum við að segja bara að aflið inn sama sem P út deilt með nýtni tölunni. Þá gerum við það hérna. P inn sama sem P út deilt með nýtni tölunni, eða sem sagt 500.000 deilt með 0,88, en við höldum bara þetta í kílóvolta berum hér. Þannig að hérna fáum við út í kílóvöttum, við þurfum að passa okkur ef við sleppum þessu 3 núlum hérna, að skila þeim hérna með því að merkja kíló hér. Þá séum við hérna 500 deilt með 0,88. Sem sagt við þurfum inn á rafalan 568 kílóvött til þess að, við þurfum að hafa aflina minnstakosti þetta stóra. Yfirleitt reynt að hafa aflina öryggisins vegna aðeins stærri heldur en það. Þetta bara nákvæmlega útreiknuð stærð á hvað aflinn þyrfti að vera, þyrfti að gefa af sér inn á rafalann til þess að geta framleitt 500 kílóvött út. Ok? Komum með þetta. Allt í lagi. Þá förum við í næsta, B-lið. Teikna skýringamynd sem sýnir rafalann í stjörnu og þríhyrningstengingu. Já. Svona, já. Þetta komið. Ok. Að þá sýnum við þetta svona að við erum með, sem sagt, til að sýna aðalspennuna, þá hún hérna á milli L1 og L2 eða L1 og L3 eða milli L2 og L3. Það aðalspennan. Fasaspennan einhvers staðar hérna út í 0 frá einhverjum fasa. En 400 volt myndi hann gefa út ef hann væri tengdur í stjörnutengingu og svona myndi við teikna þá upp skýringamynd fyrir það. Ætlið að rissa þetta upp? Eða þetta bara að taka mynd af þessu? Þú búin að taka mynd, flott. Það fljótlegra. Ok, þannig að þið getið rissað þetta upp seinna. Og hér sjáum við að hér í fasi sama og í heildar. Já. Hér fer sami straumur í stjörnutengingu sem fasastraumur og aðalstraumur. Þetta þurfum við að bara sjá fyrir okkur og læra. Þannig að þetta sami straumurinn í stjörnunni. Hins vegar spennan sem skiptir sér. Að aðalspennan fasaspennan sinnum rótina 3. Okay? Þetta þurfum við að læra alveg utan að. Til þess að geta nýtt þetta í áframhaldandi útreikninga og gott að rissa þetta upp og æfa sig á þessu. Þannig að því séum við þetta alveg á hreinu. Ok, það komið fyrir stjörnuna? Gott mál. Svo þessi mynd hérna líka úr bókinni. Og svo þríhyrningstengingin, hún þá aftur svona og kannski hef ég sett aðeins öflugri mynd eða aðeins greinilegri mynd fyrir þríhyrningstenginguna líka og þá hægt að merkja svona inn. Það voru ekki beðið neinar tölur, þetta bara úr bókinni, ritstjörnusvarsabókinni, en til þess að búa til skýringamyndina að þá geti rissað þetta svona upp, teiknað þetta svona upp. Hérna hins vegar annað. Hér aðalspenna og fasaspenna sama spenna.
hérna 230 volt. Hins vegar straumurinn öðruvísi. Hér verður, kannski það sýnt hérna, já, hér fasastraumur, hann 144,9 ampere hérna, sinnum rótina 3, þá fáum við aðalstrauminn sem þá 251 ampere. En útreikningarnir ekki sýndir hérna. Þannig að þríþingstengingunni þá fasastraumurinn, hann aðalstraumur deilt með rótina 3. En spennan, sama spenna, aðalspenna og fasaspenna, þrítenging. Ok, komum við þetta. Gott mál, höldum áfram. Dæmi 20, rafali í vatnsaflsvirkjun, hann merktur 6 kilovolt, 50 rið, og sýndaraflið 1,2 megavolt ampere. Og rafalinn hryggjarfasa hefur 12 pólpör. Og það spurt hérna fyrst, hver hámarksstraumur rafalans? Og við höfum nægar upplýsingar fyrir það. Við höfum sýndaraflið, við notum formúluna S sama sem rótina 3 sinnum U sinnum I og við snúum einangrum strauminn og þá erum við komið með strauminn sama sem S sýndaraflið deilt með rótina 3 sinnum U eins og við vorum að gera áður. Og þá þurfum við að passa upp á öll núllin. Við getum sagt hérna, sett inn hérna 5-0 fyrir aftan tvistinn, af því þetta 1,2 milljón volt ampere, skiljið, sýndaraflið. Eða setja þetta í reiknivélinni 1,2 og síðan ýtum við á exponenttakkan eða sinnum 10 í veldistakkan í sjötta veldi og svo deilt með sviginn opnast, rótina 3 sinnum 6000 af því það spennan volt. Sviginn lokast og þá fáum við strauminn 115,5 ampere. Og svo spurt hver hratt þarf hann að snúast. Þá höfum við hérna, hann á að framleiða 50 rið og við veitum að hann 12 pólpör. Þá setjum við þetta beint inn í formúluna fyrir samfastasnúningshraðann og þá það 60 sinnum tíðnin deilt með pólparafjöldanum og fáum 250 snúninga á mínútu. Við getum farið síðan í næsta dæmi. Fáum við aðgang á þessu skjali eða? Já, það góð spurning. Af því við erum búin að fara í gegnum það. Ég voru bara ekki myndir af þessu sko. Já. Einmitt. Það bara gott að reyna síðan að fara yfir þetta aftur sjálfur heima. Æfa sig. Já. Það þetta maður smáfólk að gera það sjálfur. Já. Nei, það ég get alveg hugsað mér það sem að þetta náttúrulega orðið minni tími líka sem að þið hafið í allt. Þetta tími einhverju hraðnámi hérna. Við eigum að vera búin með allt þetta sko síðan. Já. Ok, förum í næstu. Hérna, og þá þetta alveg. Já, 21. Þá hérna skoðum við að við vorum í 20 síðast var það ekki? Sigurður. Já. Já. Spáð, ég tenkti að það með gær. Já, fyrir strákar, ég heyri ekki alveg í honum, fyrir ekki þið? Já. Þegar þú tengir stjörnutengingu. Já. Ef þú tengir við einn basa og svo njúdral, Já. þá fyrir 220 volt. Jú, það var eiginlega. Þá getur fengið 220 volt þannig úr stjörnutengingu og þriðistengingu. Já.
Jú. Það er spurningu hvernig það tengir rafalinn og skilur 2020 annarkvort virkar. Já, þarna er verið að tala um aðalspennu, sko, út af rafalanum. Já, það er ekki nóg, sko, það er verið að tala um þess að þryggjafasa. Það er ekki, það er að skila, sko, 220 volta spennu inn á allt álag, skilur við. Það er hugsað þannig. Þetta er ekki nógu nákvæm spurning, það er alveg rétt hjá þér. Til þess að knýja þryggjafasa mótor, þá er ekki hægt að nota stjörnutengingu og vera bara með fasaspennu. Þegar ljósaperur. Já. Já, Já, en það myndi ekki virka, sko, fyrir þryggjafasa mótor. Ekki þryggjafasa álag þannig. Já, það er ónákvæmni í þessari spurningu. Það er verið að tala um að tengja rafalann ef hann á að skila þryggjafasa já. Þyrfti að vera hérna bætt við 3 fasa 220 volt spennu. Þetta myndi vera skothelt. Já. Við þurfum að láta lögfræðing lesa yfir alla spurningarna. En ok, það verður að tala um meginspennuna út af rafalanum þegar það er svona spurt. Þannig að við verðum að tengja hann í þríhyrningu. Þannig að það er að við þríhyrningu gefur rafalinn 220 volt spennu. Hver er snúningshraði rafalans miðað við að hann hefur 4 pólpör? Þá myndum við finna það út með samfasa snúningshraða formúlunni og þá segjum við 60 sinnum 50 af því það er tíðnin sem við ætlum að láta hann framleiða og deilt með 4 pólpörum þá snýst hann 750 snúninga á mínútu. Það er B-liðurinn. Síðan í C-lið, ef tíðni spennunnar er 5% lægri en kjörgildið, hver þá snúningshraðinn, þá bara tökum við 5% af 50 riðunum, það er 47,5 Hz og setjum það inn í formúluna og þá er það fer niður í 712,5 snúninga á mínútu og ef að Já, bara lægri, já, það er bara að spyrja um því, akkurat. Ok, síðan í D-lið, hver er málstraumur rafalans miðað við 220 volt? Og sýndaraflið er 240 kV-ampere og þá segjum við hérna 240.000 deilt með, eins og við hefum gert áður, rótina 3 og spennan er 220 volt, svílokast og við fáum hérna málstraum rafalans 629,8 ampere. Er málstraumur alltaf táknaður bara venjulegri eða? Já, það var í. En IF er fasastraumur. Já, akkurat. Aðalstraumur og Hvað segirðu? Svarið er nákvæmlega það sama og það miklu skilur rafalinn innan netið rafmagnsstöðin álag sé 0,76. Nei, hvað er það? Jú, þetta er raunaflsstöðullinn, já. Já. Þá þurfum við, sko, þá notum við það sem hefur bæst í þessa formúlu, eða ef við börum saman sýndaraflsformúluna, sem er S saman sem rótina 3 sinnum U sinnum I, þá bætist í að ef við erum að reikna raunafl, því að hitt var sýndarafl, það var blanda af launafli og raunafli, sýndaraflið. En hérna er raunafl eingöngu og þá margföldum við með cos phi, sem sagt cosinus af horninu. Og það er kallað raunaflsstöðullinn, þetta cos phi, sem er þá 0,76 í þessu tilfelli. Þarna erum við komnir með alla stærðirnar, af því við vitum að það er búið að reikna út strauminn líka. Þá margfölduðum við saman rótina 3, sinnum spennuna 220 volt, sinnum strauminn 629,8 ampere og sinnum cos phi. Þá fáum við að hann framleiðir 182,4 kW. Ok, síðan hérna í 22, þar erum við með
rafala í Hrauneyjafossvirkjun, þeir eru 3 og þetta er í rauninni bara sömu aðferðirnar, en hérna þurfum við bara að margfalda með 3 í einhverjum tilfellum. Ef við reikna fyrir hvern einn rafala, þá sleppum við náttúrulega að margfalda með 3, en skoðum þetta aðeins. Og hérna, já, hér höfum við sem sagt, já, að þeir eru merktir 81,5 megavoltampere og við erum með spennuna 13,8 kilovolt og 50 rif. Hve mikið straum getur hver rafali gefið af sér? Og þá bara notum við sömu aðferð við höfum verið að gera. Finnum strauminn, það er sýndaraflið deilt með rótana 3 á spennunni. Og þá fáum við hérna 3,4 kiloampere. Í fyrsta lið, A. Og í B-lið, hvert er heildarafl virkjunarinnar ef reiknað er með aflstöðlun 0,8. Og þá margföldum við þetta allt saman og margföldum við þá með 3 vegna þess að þetta eru 3 rafalar. Þess vegna segjum við hérna 3 sinnum rótana 3 sinnum Ö sinnum I. Það er að byrja heildarafl. Já, já. Heildarafl virkjunarinnar. Og þá fáum við út úr þessu sem sagt 3 sinnum rótana 3 sinnum 13.800 þetta er 13.800 volt, þetta er spennan, og sinnum straumurinn sem var 3.400 ampere og sinnum raunaflstöðlinn sem er 0,8 og þá fáum við 195 megavött. Og síðan er spurt hve mikið launafl myndi virkjunin framleiða við þennan aflstöðul og þá þurfum við að byrja á því að finna sérstætt hornið og breyta horninu síðan eða taka sínusinn af horninu og setja það inn. Passið ykkur að taka ekki sínusinn af einhverju mjög lágri tölu. Þá er það að gera einhverja villu. Það er að taka sínus af horni þegar að reikna út. Hvort sem við reikna út raunafl eða launafl. Og hérna er launafl og við byrjum á því í rauninni að finna sem sagt sínustöluna. Og þá segjum við cosine svista af þessari tölu 0,8 raunaflstölunum. Þá fáum við hornið 36,87 gráður. Svo tökum við sínusinn af þessu horni, sínusinn af 36,87 gráðum. Þetta er bara 36,7 eða 87 inn í sínus fyrir að varða upp eða það gera meira. Ég segi bara sín, eða sem sagt ég... Skipt sín á flestum kassjóverum. Þannig að í þessu tilfelli þá er þetta... Já, sitt sín, þá fengi maður sko sínus mínus fyrst að þá væri maður í rauninni að fá aftur hornið, ef maður væri með sínustöluna. Það væri aðferðin. Bara venjulegt sín? Já, ef þú ert með sínustölu, ef þú átt sínustölu, þá notar það hana beint ef þú ert að reikna át launaflið. Gúið. Þetta eru sömu útreikningar voru 200 bara í spönnu vektorunum og vektorunum. Já. Við erum bara ekki að gera myndirnar, það er ekki. Það er ekki teknísk mjög. Þetta er allt sömu formúl. Já, sem sagt en það er kannski gefið í einhver beðið gerðu vektormynd í kvarða, hérna. Það er beðið í prófun líka. Já, það er möguleiki að það sé kannski ein vektormynd eða svo. Já, við erum að koma með. Grábúa. Það er svo sagt. Já. Við höfum alltaf verið að reyna að halda þessu við, skilji, því að svo gerir meira af þessum vektormyndum í næsta áfangatann á eftir. Þannig að það er ágætt að athugið þetta. Ok, og hérna þá erum við búin að reikna út launaflið og hérna er aðferðin við að finna sem sagt
sínustöluna til þess að setja hana inn sem sínusinn á horninu til þess að reikna út launaflið. Og síðan í D-lið, snúningshraði rafalans 300 snúningar mínútu og svo spurt hve mörg pólpör hafa rafalarnir. Og þá einangrað pólparafjöldin, þá það 60 sinnum tíðnin, 50 rið deilt með snúningshraðan, 300. Þá fáum við að þetta 10 pólpör. Og síðan í E-lið, við erum að reikna strauminn í einum rafala miðað við ákveðna lestun. Það sem sagt 45 megavött og afstöðullin 0,72. Það svona afmarkað dæmi. Þannig að þá setjum við það bara inn, þá tökum við hérna aflformúluna og einangrum strauminn. Þá segjum við P, þetta 45 megavött, deilt með þá rótana 3, spennunni og raunafstöðlunum sem að gefa 0,72. Og passið ykkur að setja þetta innan sviga þegar það deila svona til þess að reiknivélin skilji hvað hún á að gera. Þá góð regla að setja svona inn, setjum við inn sem sagt raunaflið 45 megavött deilt með svíi opnast. Svo kemur rótin af 3 og þið þekkið það að þið þurfið að fara með ör til hægri á reiknivélinni, til þess að Casio-vélinni, til þess að fara undan rótarmerkinu. Það ekki lent í þessu? Já, þið þekkið þetta. Þannig að þið lendi ekki í því að rótamerki fyrir yfir allar þessar tölur. Ok, svo sinnum, þetta var spennan, 13.800 og sinnum raunafstöðullin, kósfí 0,72 og lokasviganum og þá fáum við 2,615 kilóampere þessi rafali. Og síðan spurt sýndarafl rafalans í þessum lið og þá notum við þennan straum til að reikna þetta út. Og það bara rótana 3 sinnum spennan og sinnum straumurinn og þá er 62,5 megavolt ampere. Og síðan hvert launafl rafalans í lið líka, þá þurfum við að finna út hvaða fasvik þarna á ferðinni. Finna gráðurnar út frá kósfí. Þess að setjum það kósinmínusvista af 0,72 og fáum fasvíkshornið sem 43,95 gráður og þá tökum við sínusinn af því hornið og þá fáum við sínustöluna 0,694 og þá notum við það til að reikna út launaflið. Og síðan að gera afbragðstvara myndina og þá notum við þetta horn hérna. Það mjög einfalt að gera vektormyndir, strákar, því að ef við vitum bara hvað hornið á að vera stórt, þá þetta bara komið. Því að mér alveg nákvæmlega sama hvað vektornir eru langir. Þið þurfið ekkert að pæli því. Bara hornið sé rétt. Bara hornið sé rétt, já. Því að þá eru öll hlutföllin rétt, skiljið. Það bara að merkið rétt inn á myndina, þá það komið. Svo þetta setjið hornið á réttan stað náttúrulega, milli raunaflsins og sýndaraflsins. Og þá og svo merkið raunaflið hérna, sýndaraflið og launaflið. Þá hafið þið setjið hornið upp, dragið línu hérna upp og dragið svo hjálparlínu hérna niður og þar endar P-ið. Svo dragið hjálparlínu hérna til vinstri og þar endar Q-ið. Bara 90 gráður á þetta. Þetta aðferðin. Setja hornið, ákveða bara hvað S-ið á að vera langt, svo bara dragið 90 gráðu línur niður og til vinstri og þá þetta komið. Og lengdin komin á raunaflið og búið launaflið. Það ekki flókið. Síðan höfum við 1 mínútu til þess að fara yfir skipsrafalann og ef þið fáið þetta skjal með þessum svörum inn á, þá getið þið farið yfir þessi dæmi sem eftir það kannski bara 1 dæmi eða þessi 2 með skipsrafalann. En kannski við bara stoppum hérna ef að þið eruð formúlublaðið komið inn á þetta? Já, ég myndi halda það. Við skulum bara fara yfir það. Hérna höfum við innuna og hér erum við með efni. Það 3 mismunandi formúlublaðir á henni.
Já. Ég veit. Og þá bara, ég get bara látið ykkur fá öll þessi formúlublöð. Í prófinu, já. Þið bara mætið á staðinn og takið prófið á staðinn. Já. Þannig að ef eitthvað vantar í varðandi formúlu, það bara þá læti ég ykkur bara fá þetta. Þetta hérna inn á endinni, það þetta formúlublað hér. Það með vektoramyndunum og öllum formúlunum hérna og síðan þetta. Og þá þarf ég að reyna að setja lausnirnar á einhvern góðan stað. Hvar best fyrir mig að setja lausnirnar við þessum dæmum í kaflanum? Að setja það efst undir efni, svo þið sjáðu það strax. Ok, þá ger ég það. Þá ætla ég að stoppa upptökuna og strax eftir það þá ætla ég að lesa upp. Af því að, þið vitið,